il me bat les deux pas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une barre de bonheur et dans la cause. J'ai lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. De nuit l'amour a plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, des amis réseaux grands effacés, heureux à mourir. Quand il m'embrasse dans ses bras, il me barre les deux bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une barre de bonheur et dans la cause. Je dois pour maman, pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La, 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 la. Kæru útskriftanemar, gestir og þið öll sem fylgist með í streymi, innilega til hamingju með daginn. Ég heiti Jóhann Friðrik og framkvæmdastjóri Keilis og mun stjórna hér athöfninni í dag. Við byrjuðum á því að hlýða á flutning Fríðudísar Guðmundsdóttur og Smára Guðmundssonar og færi ég þeim mínar bestu þakkir. Við munum einnig heyra frá þeim í lok athafnar. Í dag merkisdagur. Dagur uppskeru, gleði og hamingju. Áfanga hefur verið náð, einum af mörgum áfengum sem þið útskriftanemar muni ná á ykkar lífsleið. Engin verðugur áfangi án þrautar og í þetta sinn setur heimsfaraldur kórónuveirunnar mark sitt á vorunina sem lengi verður í minnum hafður. Við þær aðstæður sýndu þið þrautseigju og dugnað, rétt eins og starfsmenn
og stjórnendur Keilis sem brugðust við breyttum aðstæðum með yfirvegun og fagmennsku. Sú vinna sem þið hafið lagt á ykkur hefur nú skilað sér. Hún hefur gert það að verkum að takmarkinu náð. Segja má að þessi vegferð sé lýsandi fyrir lífið sjálft. Lykillinn að árangri felst meðal annars í hæfni okkar til þess að bregðast við breyttum aðstæðum og laga okkur að umhverfinu. Hjá Keili setjum við nemendur í öndvegi. Við viljum koma á móts við aðstæður og þarfir hvers og eins. Það okkar markmið að nemendur okkar upplifi sig aldrei eina á ferð í náminu, heldur viti að stuðningi okkar frá upphafi og allt til útskriftar. Í dag brautskráum við frá Háskólabrú Keilis 109 nemendur úr öllum deildum. Alls hafa þá 2020 nemendur brautskráðst frá Háskólabrú frá upphafi. Aldrei hafa jafn margir nemendur brautskráðst frá Keili í Háskólabrúnni eins og nú. Og það ánægjulegt að segja frá því að við höfum aldrei tekið við eins mörgum umsóknum í Háskólabrú eins og virðist ætla að vera nú í haust. 22 nemendur útskrifast nú sem IAK styrktarþjálfarar og Íþróttaakademíun okkar og 92 einstaklingar hafa lokið styrktarþjálfaranámi í heild. Alls hafa 700 þjálfarar útskrifast frá upphafi og það mikið fagnaðarefni. Keilir, Flugskóli Íslands, brautskráir nú 78 nemendur úr atvinnuflugmannsnámi skólans og það stærsta einstaka brautskráning atvinnuflugmannsnema á Íslandi. Alls hafa 410 nemendur útskrifast sem atvinnuflugmenn frá Keili frá upphafi. Kæru útskriftarnemar og gestir. Ég var 10 ára þegar ég las fyrstu bókina eftir ræðumann dagsins. Árið seinna gaf hann út eina vinsælustu íslensku unglingabók sem komið hefur út. Bókin var lesin spjaldan á milli, meðal annars meðal samnemenda minna, en á sínum tíma tók móðir mín þessa ágætu bók til handagags og hafði aga á heilu bekkjónum með lestri hennar, en hún kenndi skrift hér í Holtaskóla. Bókin heitir Tárbros og takkaskór og mér og eflaust mörgum hér inni eftirminnileg. En hann ekki bara frábær rithöfundur, hann hefur verið einn öturlasti baráttumaður forvarna og bættra lýðheilsu hér á landi áratuga skeið. Gera aðrir betur. Það mér því sönn ánægja að bjóða velkominn ræðumann dagsins, Þorgrím Þráinsson. Kæra þakkir Jóhann, Tárbros og takkaskór, þetta voru góðir tímar og eins og við kannski vitum öll þá lífið dálítið þannig, tárbros og takkaskór. En til hamingju með að vera á tímamótum, ég verð að viðurkenna í öfund ykkur, ég dauð öfund ykkur. Að sjá þetta flotta fólk hérna inni og ég alltaf alveg að fara að læra frönsku og ég alltaf alveg að fara að læra gítar, en þið láti verkin tala. Gaman að sjá þig. Það frábært að standa á þröskuldi nýrra tíma og nýrra tækifæra. Það að útskrifast á hvaða vettvangi sem algjörlega dásamlegt. En það ekki allt sem sýnist í lífinu. Við drögum ályktanir út frá því sem við lesum, heyrum og sjáum, en allt satt og rétt sem við lesum, heyrum og sjáum? Ég dreg það í efa. Okkur hættir til að draga rangar ályktanir eftir að hafa rennt yfir fyrirsagnir í fréttamiðlum eða heyrt eitthvað einhvers staðar og þess vegna þarf að taka margt með fyrirvara. Það ekki allt sem sýnist og þess vegna mætti spyrja, stendur þú undir nafni? Árið 1918 fékk Þjóðverjinn Max Planck Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði og hann var ekkert sérstaklega þekktur í Þýskalandi, en hann var beðinn það að ferðast frá borg til borgar
til að halda erindi fyrir fullum sal af fólki Nóbelsverðlaunin og skammtafræðina. Hann fékk bílstjóra og kvöld eftir kvöld hélt Max Planck erindi í sitt hvori borginni. Bílstjórinn satt á fremsta bekk og svo fóru þeir út að borða. Eftir svona 30 fyrirlestra sagði bílstjórinn við hann: Max, þú ert búin að halda þetta erindi 30 sinnum, ég kann það upp á 10, vilt þú ekki bara hvíla þig á morgun? Og þeir fóru til Dortmund, fullur salur af fólki. Max Planck settist á fremsta bekk og bílstjórinn hélt þetta frábæru ræðu. Síðan kom spurning úr sal. Og þá sagði bílstjórinn: aldrei hefði ég getað ímyndað mér að þið, þetta upplýsta og frábæra fólk hér í Dortmund, myndi spyrja svona barnalegra spurninga. Ég ætla að láta bílstjórinn minn svara þessari spurningu. Gjörðu svo vel. Þannig að það er ekki allt sem sýnist í lífinu, en það er þá staðreynd að þið eru að útskrifast og framtíðin er ykkar. Og þess vegna er mjög auðvelt að samgleðast ykkur sem eruð að vissu leyti að sigrast á ykkur sjálfum með því að ljúka þessum áfanga. Það krefst, eins og Jóhann sagði, hugrekki, dugnaður og seiglu, að vaxa sem manneskja, og það er síður en svo sjálfsagt vegna þess að það er miklu auðveldara að liggja í leti og láta sig dreyma. Sitja fastur í sófónum yfir innantómum en jú eflaust spennandi sjónvarpsþáttum með öl í hönd og reyna að lifa lífinu í gegnum aðra í gerviheimi, og leti er skelfilega smitandi. En þið sem eruð á tímamótum, látið verkin tala, rísið upp úr meðalmennskunni og sækið ykkur menntun. Eflaust til að láta draumana rætast, til að vinna við það sem þið elskið. Þannig að þið verðið eftirleiðis í raun aldrei í vinnunni. Til þess að það verða veruleika þarf að leggja mikið á sig alltaf. Hver vill ekki vinna við það sem hann elskar? Mesta glíman í lífinu er glíman við okkur sjálf. Á ég ekki, kann ég ekki, þori ég ekki. Ég er svona persónulega allan daginn. Mörg okkar reyna að sleppa á sem auðveldastan hátt í gegnum daginn, sífellt að gefa sér afslátt af sjálfum sér og skilja svo ekkert í því hvers vegna þau sitja föst í sömu sporum. Við vitum hins vegar að það fær enginn betri einkunnir í afmælisgjöf, enginn fær frábæran árangur í íþróttum í jólagjöf. Árangur skila sér í hús eftir að við leggjum okkur fram allan daginn, skipulögð, en samt meðvituð að njóta hvers einasta augnabliks eins og núna. Greta Thunberg, sem við þekkjum öll, reyndi að breyta öllum heiminum í loftslagsmálum, en við þurfum eingöngu að glíma við einn aðila, það er við sjálf. Hugsið ykkur forréttindin að það er enginn eins og þið. Það eru engir tveir einstaklingar eins. Og reynsla mín hefur kennt mér að til þess að ná árangri sem við öll viljum, vera sátt við sjálfan sig, er mikilvægt að leita jafnvægis í einkalífinu, vinnunni, vinahópnum og íþróttum. Vegna þess að það er erfitt að standa sig vel í vinnunni eða maður á erfiðleikum heima hjá sér. Og aldrei fara að sofa ósátt við fólkið ykkar. Leysið öll mál áður en farið að sofa. Við eigum ekki að bera okkur saman við aðra, heldur njóta þess að vera einstakur einstaklingur, af því okkur standa allir vegir færir. Ég sjálfur þekki sjálfsblekkingu, eflaust þið líka. Hún getur varað árum saman og áratugum saman, og að við höldum sem að gera frábæra hluti, og þess vegna er mjög þroskandi annað slagið að standa fyrir framan spegil og velta fyrir sér, gerði ég virkilega það í dag sem ég langaði til. Ég man stutta sögu sjálfsblekkingu sem ég las einhvern tímann í bókinu The Art of Thinking Clearly. Það kom gamall, dálítið skrítinn maður inn í almenningsgarð í London, takk ég eftir, í London. Alla morgna hoppaði hann upp á bekk og veifaði rauðum hatti rétt fyrir klukkan 9 á morgnana. Fullt af fólki var á leið í vinnuna, leit á hann skrítna kall, svo svona 15 mínútum seinna hoppaði niður og hljóp í burtu. Þetta gerði hann dag eftir dag eftir dag. Loksins kom löggan á svæðið.
leit á manninn og spurðan, af hverju kemur hingað alla morgna og veifar sem hatt eins og brjálæðingur? Þá sagði maðurinn, ég er nú bara að halda gíraffunum í burtu. Og löggan leit í kringu sig og sagði, býtu, hvað er gírafum? Það er ekki gírafar hér. Nei, enda er ég að gera frábæra hluti, sagði maðurinn. Þannig að mín skilaboð til ykkar hafið hugrekki til að fylgja ástríðunni alltaf. Það tekur ákveðin tíma að ná tengslum við innri röddina, en ef maður er góð í jafnvægi, eins og ég nefndi áðan, heima, fjölskyldan, vinnan, vinahópurinn, þá heyrir maður í henni. Mig langar persónulega ekki að verða gamall maður, þó þessi stutt í það, sitja heima og hugsa alltaf, ég vildi ég hefði. Gerið flest sem ykkur langar til, gerið ykkar mistök og maður hefur tæplega lifað lífinu til fulls nema hafa gert fjölda mistaka. Tvennt minnist ég alltaf á þegar ég held erindi. Ég ætla að gera það líka núna og ég held í kringum 200 erindi fyrir grunnskólakrakka okkur einasta ári, svona 6.000 nemendur. Ég lærði tvennt á Lars Lagerbäck, að ég er búin að vinna landsliðinu fótbolta í 13 ár. Á hverjum einasta fundi í 5 ár sagði Lars, strákar, aldrei tapa 1 á móti 1. Aldrei tapa 1 á móti 1. Hvað þýðir það í íþróttum? Jú, þú hleypir ekki manni fram hjá þér, þá riðlast liðsheildin. Hvað þýðir þetta utan vallarins? Þetta þýðir, sýndu auðmýkt í mannlegum samskiptum, kunna biðjast fyrirgefningar og afsökunar eru auðmjúkur, vegna þess að við erum ofta að tala 1 á móti 1, hvort sem það er skólastjórinn eða framkvæmdastjórinn eða maki okkar að börnin okkar, sýndu auðmýkt, þá getur aldrei tapað 1 á móti 1. Hin setningin litlir hlutir skapa stóra sigra. Bara það að búa rúmið sitt á morgnana, vakna hálftíma fyrr, lesa 10 blaðsíður bók á hverjum einasta degi, hrósa daglega, koma fallega fram, vaska upp, fara út með ruslið, allir þessi litlu hlutir, þeir auka vitund okkar á sjálfstraust. Það er ótrúlegt að finna hvernig það gerist með þessum litlu hlutum. Einhvern tíma gekk upp að mér ungur leikmaður í B-landsliðinu fótbolta. Við vorum í Indónesíu og hann spurði mig, Þorgrímur, hvað heldur þú að ég þurfa að gera til að komast í A-landsliðið? Og ég spurði tilbaka, hvar heldur þú að þú værir að spila og þú myndir leggja þig 40% betur fram alla daga? Og hann skildi ekki alveg hvað ég var að tala um og ég fekk að halda erindi fyrir landslið og taldi þessa litlu hluti sem ég var að segja ykkur áðan. Að lokum langar mig til að vitna í Dalai Lama. Við þekkjum hann öll. Ég var einhvern tímann spurður að því, Þorgrímur, hver er þinn tilgangur? Svara mitt einfalt, að þjóna öðrum. Koma fallega fram og vera auðmjúkur. En Dalai Lama sagði, það sem kemur mér mest á óvart í mannlegri tilveru að maðurinn fórnar heilsunni til að eignast peninga. Svo fórnar hann peningunum til að ná aftur heilsu. Á sama tíma hann svo spenntur fyrir framtíðinni að hann nýtur ekki augnabliksins. Afleiðingin sú að hann hvorki lifir í nútíð né framtíð og hann lifir eins og hann muni aldrei deyja. Og svo deyr hann án þess að hafa lifað. Og svo deyr hann án þess að hafa lifað. Njótið dagsins og augnabliksins og aftur til hamingju. Já, kæru gestir, þakka þér kærlega fyrir, Þorgrímur. Mér langar að minnast á eitt og það úr ræðu þinni sem snýr að því að þjóna öðrum. Það okkar tilgangur hér hjá Keili og það mikið fagnaðarefni á þessari stundu að standa hér og útskrifa þennan frábæra hóp og við erum á þeirri vegferð svo sannarlega. Innilega þakkir fyrir þína ræðu. Næst ætla ég að fá hér upp á svið Berglindi Kristjánsdóttur, forstöðukonu Háskólabrúar. Hún ætlar að útskrifa nemendur úr Háskólabrú ásamt Margréti Hanna verkefnastjóra Háskólabrúar. Gjörið svo vel.
Komið sæl. Ég vil að sjálfsögðu byrja á því að óska öllum útskriftarnemum innilega til hamingju með áfangan. Sannarlega stór stund. Ég samt að velta fyrir mér, ég ætla að segja nokkur orð áður en við byrjum að hefja útskriftina, en leyfum að koma sér þetta fyrir fyrst. Líkt og Jóhann nefndi áðan, þá eru hvorki meira en minna en 109 nemendur að útskrifast á Háskólabrú af 4 mismunandi deildum, ýmist úr staðnámi eða fjarnámi. Og það er mjög ánægjulegt að núna í júní 2020 skulu vera eftir daginn 2020 nemendur sem hafa útskrifast frá upphafi. En hér eru sannarlega metnaðarfullir, þrautsegir og lífsreyndir nemendur sem leggja sitt á mörkum til námsins og vita hvert þeir vilja stefna. Að vinna með slíkum nemendahópi eru forréttindi og við erum þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt í þeirra námsferli. Ég verð að minnast á þessa fordæmalausu tíma sem við höfum upplifað undanfarna mánuði. Þrátt fyrir lokun skólans, breytt fyrirkomulag í staðnámi, vinnulótum og námsmandi, þá héldu nemendur og starfsfólk ótrauðir áfram. Þessi hópur lét ekkert stöðva sig og fundu lausnir þegar þess var þörf. Ég vil þakka öllu starfsfólki Keilis fyrir þeirra framlag þetta vorið, þá sérstaklega kennurum Háskólabrúar, námsráðgjöfum og verkefnastjóra námsins, fyrir fagleg vinnubrögð og metnað þeirra í starfi sem var eftirtektarverður á tímum veirunnar umtöluðu. Það er ómetanlegt að hafa slíkan mannauð og verður framlag þeirra seint fullþakkað. Kæru útskriftarnemendur, takk fyrir að velja Háskólabrú Keilis og treyst okkur fyrir ykkar námi. Okkar von er að þið mætið í næstu verkefni með fulla verkfærakistu af hæfni, færni og þekkingu og séð tilbúin fyrir frekari áskoranir. En gleymið ekki að njóta, þetta er ykkar uppskeruhátíð. Staldri við og takið inn allt það jákvæða sem streymur ykkur í dag. Þið eigið það sannarlega skilið. Ég vil að lokum óska ykkur allsins besta í framtíðinni og vona að tíminn ykkar á Háskólabrú hafi verið ánægjulegur og gefandi. Þá ætla ég að biðja Margréti að koma upp á svið. Áður en ég byrja að lesa upp nöfnin, þá er skemmtilegt að segja frá því að í nemendahópnum eru mæðgur, það eru hjón, það er starfsfólk frá Keili, Margrét er að útskrifa sína dóttur, þannig að það er alls konar svona skemmtilegt til að segja frá í þessum nemendahópi. Og ég verður bara að byrja. Það er Alexandra Rós Jankovits. Við skulum klappa bara í lokin þegar allir eru búnir að fá sín skírteini. Andri Snær Ingimundarsson. Arna Björk Guðjónsdóttir, hún gat ekki verið með okkur í dag. Arnar Leó Þórisson. Ásthildur Ósk Karlsdóttir. Berglind Andrésdóttir. Berglind Aja Lúra, gat ekki verið í dag. Berglind Sif Jónsdóttir. Birta Björk Átnadóttir, gat ekki verið í dag. Bjarni Veigar Hauksson, gat heldur ekki verið með okkur í dag. Brynja Hjaltalín. Dagbjört Henný Ívarsdóttir. Dagný Lóa Kristjánsdóttir, gat ekki verið í dag. Diljá Ösp Njarðardóttir. Djurda Kristjana Hreiflaug, gat ekki verið í dag. Edda Henný Símonardóttir, gat heldur ekki verið í dag. Elís Guðmundur Ástvaldsson, gat ekki verið í dag. Erla Hadda Ágúst Franksdóttir. Erla Jónsdóttir. Erna Guðlaugsdóttir. Gissur Þór Hákonarsson. Guðjón Frímann Þórunarsson.
Guðlaug Sigrún Vestmann, Guðrún Arna Steindórsdóttir, gat ekki verið í dag. Guðrún G. Gunnlaugsdóttir, Guðrún Margrét Jónsdóttir, gat ekki verið í dag. Guðrún Sif Pétursdóttir, Hafdís Hildur Gunnarsdóttir, Hans Steinar Bjarnason, Heiða Rafnsdóttir, Helga Rós Magnúsdóttir, Hrafnhildur Þrastardóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ingi Erlingsson, Ingibjörg Barðadóttir, gat ekki verið í dag. Íris Anna Arnarsdóttir, gat ekki verið í dag. Jakob Þór Koms, Jóhann Ingi Hafþórsson, Jóhanna Perla Gísladóttir, Jón Þór Jónsson, gat ekki verið í dag. Jón Þór Halldórsson, Kamila Guðjónsdóttir, Kara Guðmundsdóttir, Kara Rut Hansen, Karolína Mónika Fíkalarska, gat ekki verið í dag. Katrín Jóhannsdóttir, gat ekki verið í dag. Kolbrún Guðmundsdóttir, ekki heldur. Kolka Rós Bergþóru Hjaltadóttir, Kormákur Hjaltason, Kristey Bjarnadóttir, gat ekki verið í dag. Kristín Birna Atladóttir, Kristjana Henný Axelsdóttir, starfsmaður Flugakademíu, Margrét Nana Guðmundsdóttir, gat ekki verið í dag. María Mjöll Guðmundsdóttir, Natalía Mist Jónsdóttir, Nikolína Ósk Rúnarsdóttir, Oddfreyja Halldóra Oddfreysdóttir, Óðinn Dagur Bjarnason, gat ekki verið í dag. Ólafur Þór Pétursson, ekki heldur. Ólöf Ír Sigurðardóttir, ekki heldur. Rakel Kristjánsdóttir, Reynir Magnússon, gat ekki verið í dag. Sandra Dögg Ómarsdóttir Löfe, gat ekki verið í dag. Sandra Ósk Viktorsdóttir, Sara Hrund Sigurðardóttir, Sif Svavarsdóttir, Sigrún María Líndal, Sólveig K.R. Sigurðardóttir, Stefanía Margrét Jónsdóttir, Stefán Snær Heimisson, gat ekki verið í dag. Svandís Þrastardóttir, Sædís Björg Sævarsdóttir, Særún Sif Ársælsdóttir, Tanja Andersen Valdimarsdóttir, Tanja Björk Jónsdóttir, Theodór Sigurbergsson, Tinna Björk Gunnarsdóttir gat ekki verið í dag. Vagn Margeir Smelt, ekki heldur. Valdís Steinarsdóttir, Viktoría Arnarsdóttir, Vilborg Harðardóttir, gat ekki verið í dag. Þórdís Helga Gunnarsdóttir, Birta Diljá Ögmundardóttir, dóttir Margrétar, það er kannski eitt knús þarna.
Hrefna Þorbjarnardóttir, Sigurlaug Ósk Eiríksdóttir, Svana Kristín Elísdóttir, Hafdís Helga Sigurpálsdóttir gat ekki verið í dag, Jakob Trausti Þórðarsson, Sjöfn Sigurbjörnsdóttir, Adam Smári Ólafsson, Ana Paula Rodríguez Roja, Ágúst Þór Ólafsson gat ekki verið með okkur í dag, Benedikt Bjarnason gat ekki verið með okkur í dag, Daniel Geir Einarsson, Ester Steindórsdóttir gat ekki verið með okkur í dag, Frans Jörgensen, Greta Norkevits gat ekki verið með okkur í dag, Harpa Ægisdóttir, Helga Þórunn Harðardóttir, Íris Gróa Sveinsdóttir gat ekki verið með okkur í dag, Jafet Sigfinnsson, Jón Arnór Stefánsson gat ekki verið með okkur í dag, Jón Einarsson Þormar Pálsson gat ekki verið með okkur í dag, Kolfinna Jóna Baldursdóttir, Róbert Tandri Francis gat ekki verið með okkur í dag, Rut Martíne Unnarsdóttir, Sofía Steinunn Magnúsdóttir, Sveinn Vignir Björgvinsson og Þórunn Halldórsdóttir. Þá langar mig að bjóða þeim sem vilja að standa upp og setja upp húfur og við gefum ykkur öllum, gott klappar sjálfsögður og húfur eru komnar. Glæsilegur hópur. Þá komið að viðurkenningum, en við ætlum að byrja á því að kalla upp á svið 2000. nemandann á Háskólabrú. Og það hún Sjöfn Sigurbjörnsdóttir, sem 2000. nemandinn. Gjörðu svo vel, komum við svið. Háskóli Íslands, hann veitir sérstaka viðurkenningu og menntaverðlaun Háskóla Íslands og það veitt fyrir góða námsárangur og eftirtektarverða þrautseigju í námi. Og að þessu sinni það Alexandra Rós Jankovits sem fær þá viðurkenningu. Þá komið að því að veita viðurkenningu fyrir DUX, hæðsta meðalengun á Háskólabrúnni að þessu sinni, með meðalengun 9,73. Og það hún Valdís Steinarsdóttir. En það sem sagt peningagjöf frá Keili og Arion banka.
Að lokum þá vil ég biðja ræðumann útskriftarnema að koma upp á svið og að þessu sinni það hún Harpa Ægisdóttir. Gjörðu svo vel. Hæ, Harpa Ægisdóttir heiti ég. Ég 36 ára og var að klára viðskipta á hagfræðibraut. Mig langar að byrja því að óska útskriftarnemum innan til hamingju og einnig þakka þann heiður að fá að standa hér uppi fyrir hönd útskriftarnema. Þegar Berglind hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í að vera með ræðu fyrir hönd útskriftarnema, þá hugsaði ég, af hverju ég? Í staðinn fyrir að hugsa, af hverju ekki ég? En þetta hefur verið hugsað mér lengi. Ég hef alltaf verið á leiðinni í nám, en ég hef alltaf hugsað, ég get ekki farið í nám. Ég get ekki farið í skóla. En af hverju ætti ég ekki geta farið í skóla eins og allir aðrir? Mig langar að segja ykkur aðeins frá reynslu minni í Keili og minni sögu, því hún er alveg dálítið sérstök. Það eru 20 ár í dag síðan ég útskrifast úr grunnskóla. En það er alltaf talað að það sé eitthvað sérstök leið í lífinu. Fara í grunnskóla, fara í menntaskóla, fara sér í háskóla og svo út á vinnumarkaðinn. En ég vissi á þeim tíma ekkert hvað mig langaði að verða þegar ég stór. En ég fór í fjölbrautaskólann í Breiðholti, hætti eftir stutta stund og flutti til Spánar og lærði spænsku. Þegar ég kom heim í apríl, þá fékk ég vinnu hjá Golfklúbbi Reykjavíkur. Í dag, 17 árum seinna, er ég ennþá að vinna hjá Golfklúbbi Reykjavíkur. Byrjaði sem skrifstofustúlka en er orðin fjármálastjóri í dag. Og þótt ég sé orðin fjármálastjóri, þá langaði mig alltaf að mennta mig. Og það hefur alltaf verið svona lítill púki hérna megin og mamma hinum megin að hvetja mig til að fara í skóla. Og hún skildi ekki af hverju ég fór ekki í skóla áður en ég byrjaði að eignast börn. Því að hún var mjög ung móðir og hafði ekki tækifæri á því. En hún er einmitt ástæðan fyrir ég stend hér í dag. Hún byrjaði á undan mér í Keili og við erum einmitt að útskrifast saman í dag. En ég er svo ótrúlega stolt af henni og þakklát fyrir að hún hvatti mig áfram og hún gafst ekki upp. Og þótt ég sé sjálf frá, þá er ég bara ótrúlega stolt af sjálfum mér. Verandi í fullri vinnu með 2 lítil börn og eiginkona. En mig langar að þakka Gísla sérstaklega fyrir að kenna mér stærðfræði og því ég held ég geti aldrei lært stærðfræði. En ég hugsaði mitt að ég sé með bestu meðaleinkunni í stærðfræði. En einnig langar mér þakka fyrir frábært nám í Keili og ég mun klárlega mæla með því. Takk fyrir mig. Takk fyrir frábæra ræðu, Harpa. Nú við höldum áfram að útskrifa flott fólk og næst ætla ég að biðja hann Björn Inga Knútsson, forstöðumann Flugakademíunnar, að koma hér upp og honum til aðstoðar verður Davíð Brár Unnarsson, yfirkennari verklegu deildar flugsins. Gjörðu svo vel, Björn. Kæru útskriftarnemar og góði gestir. Eins og kom fram í máli Jóhanns áðan þá er þetta stærsti hópur sem hefur útskrifaður úr bóklegu atvinnuflugmannsnámi. Sannarlega fallegur og flottur hópur hér í dag. Innilegustu hamingjóski með daginn ykkar, það er stór áfangi að útskrifast. Og einkum og sér í lagi að teknu tilliti til þessara fordæmalausu tíma sem uppi eru, þessir svokölluðu COVID-tímar. Þið hafið tekist á við námið ykkar af miklu æðruleysi og sýnt mikla aðlögunarhæfni,
með því að taka síðasta hlutana mestu leyti í fjarkennslu. Klárlega eiginleikar góðra atvinnuflugmanna. Í dag munum við, sem fyrr hefur verið greint frá, útskrifa 78 nemendur í samtvinnuðu atvinnuflugmannsnámi og núna segjum við ykkur kæru nemendur verið duglega að fljúga svo þið útskrifist hratt og örugglega og verklega hlutanum líka. Frá stofnun Keilis flugakademíu höfum við útskrifað 332 nemendur og með sameinuðum skóla Keilis flugakademíu og Flugskóla Íslands og þessari fyrstu sameiginlegu útskrift 410 nemendur. Dear students, congratulations on your graduation today on the theoretical part of your integrated ATPL studies. You have done this despite some interruption due to the COVID-19, but I say, job well done. We look forward to welcoming you to fly extensively so you can complete the practical part. Að endingu vil ég þakka kennurum og mínu samstarfsfólki á Keili fyrir frábær störf og ég vil segja, án nemendana og án þeirra þá værum við ekki hér í dag. Svo við skulum bara vinda okkur í þetta að kalla upp nemendur og fyrstan vil ég kalla á svið Adrián Héðinn González. Aðalheiður Stella Stefánsdóttir, Andri Búi Sæbjörnsson, Andri Freyr Andrésson, Arna Baldvinsdóttir, hún ekki hér, Arnar Steinn Þorsteinsson, Arnar Þór Ingason, Arngrímur Magnússon, Arnór Már Másson, Arnþór Darri Bjarkason, Aron Knútsson, Axel Bogason, Álfheiður Rósa Stefánsdóttir, Árni Aðalsteinn Rúnarsson, Ásbjörn Einarsson, Ásgeir Orri Ásgeirsson, fyrirgefðu, Ásta Kristín Helgadóttir, Ástþór Ímir Alexandersson, Benedikt Blöndal Ásgeirsson, Berglind Birna Pétursdóttir, Birgitta Linda Björnsdóttir, Birkir Steinn Vésteinsson, Bjarki Þór Þorsteinsson, Kristófer Mikael Sinunu, hann ekki hér, Daniel Þór Ágústsson, Einar Logi T.H. Þorleifsson, Einar Trausti Svansson, Elmar Ingi Guðlaugsson, Eva Dögg Þórhallsdóttir, Eydís Arnarsdóttir, Freydís María Friðriksdóttir, Gísli Mánu Rósusson, Guðrún Ósk Kristjánsdóttir, Guðsteinn Þór Valdemarsson,
Gunnar Andri Gunnarsson, Hafrún Hálfdánadóttir, Hafsteinn Ísar Júlíusson, hann ekki hér, Haris Supani, Helga Sigurveig Kristjánsdóttir, Helgi Eli Hálfdónarsson, Hera Melgar Aðalheiðardóttir, hún ekki hér, Hjalti Jóhannsson, Hrafn Hjartarson, Hörður Gauti Harðarsson, Iðunn Rún Kristjánsdóttir, Ívar Már Ottarsson, hann ekki hér, Kæla Jó Baranovski, Kristín Ingibjörg Gísladóttir ekki hér, Kristján Ásgeir Svavarsson, Kristófer Örn Gunnarsson, Kristrún Kristmundsdóttir, Laufey Lind Sigþórsdóttir Maglúr, Lísa Margrét Óskarsdóttir, Lúísa Ósk Ólafsdóttir, Maxim Abakchev, ekki hér, Margrét Þórhildur Maríudóttir, Matthías Emil Kunz, ekki hér, Mikael Rúnar Kristjánsson, Mónika Lind Emilsdóttir, Nikolaj Boy Andersen, Níls Pætur Vrae fra Førjum, gangur fínt. Oddur Tyrfingur Oddsson, Ólafur Magnússon, Pálmi Fannar Sigursson, Povilas Traskevicius, Sigur Gísli Júlíusson, Silja Rut Sigurjónsdóttir Voge, Stefán Bjarni Bjarnason, Styrmir Jónasson Olsen, Tim, ég kann ekki segja bara setna ráðni, en hann allavega ekki hér í dag. En hún Tinna Marín K. Nordal hér. Unnur Eir Arnardóttir, Unnur Petrea Halldórsdóttir, Viktor Andri Jónsson, Vilmar Ben Hallgrímsson, Ímir Ingimarsson, Þór Steinar Ólafsson, Þórir Ingi Ólafs. Ég ætla að leyfa ykkur öllum að setjast og beða ykkur svo að standa upp aftur.
Útskriftarnemar, vinsamlega standa upp og við hinn skulum gefa þeim gott klapp. Þá það hjá okkur hér verðlaunarafhending fyrir hæstu einkunn í Flugakademíu og það eru gjafabréf frá meðal annars Norlandair, bókagjöf og flugvélamódel frá Bluebird Nordic og flugvélamódel frá Air Atlanta. Hæstu einkunn hlaut Kyla Jo Baranowski 9,5 í meðaleinkunn. Gjörðu svo vel. Og að lokum hérna í Flugakademíunni, þá ætlar hún Margrét Þórhildur Maríudóttir að flytja ræðu útskriftarnema. Í vandræðum með svona mic. Heyrist alveg í mér? Okay. Hi. Dear graduates, school administrators, teachers, staff members, and other guests. All my life, I have been a very curious child with an obsession to understand things. When I was younger, I traveled a lot with my family, and as most of you know, the most effective way to travel abroad from Iceland is by plane. When I got older, I realized that things can go wrong, and all of a sudden, I was afraid of flying. Now let's fast forward to the year 2006. Same year, Steve Irwin was stabbed by a stingray, but also the same year as the premiere of the movie Snakes on a Plane. I remember this movie so well only for the fact that it combined the two things I was so terrified of, snakes and planes. Another 10 years later, 2016, I'm still terrified of snakes and planes. I graduated from high school, and like many others, I had no clue of what I wanted to do with my life. I signed up for engineering at the university by the airport. I drove past the airport almost every day, and I saw the airplanes, and I, of course, heard them during classes. With my obsession of understanding things and desire to overcome my fear of flying, I signed up for a test flight with Flugskóli Íslands. The flight was the usual 20 minutes in East training area, which today does not sound as fun as it was back then. But it was a turning point for me. I landed in a total high. I stopped showing up to classes since there was no purpose for me anymore in learning how to calculate the circumference of an ice cream cone. I signed up for my PPL, and I suppose we all have our stories. Now we are here, graduating from ATPL theory. During our studies, we could see how each subject had a purpose and that it brought us closer to our goal of becoming commercial pilots. Just to mention some of the useful things that we did learn during the semester, you can only be late once if you work for Icelandair. We learned what the phrase expedite means. We learned how to read weather charts, that cold kills, and that the fun never stops. But I'm not going to stand here and pretend that this has been an easy year, just filled with sunshine and rainbows.
Both Keilir and Flugskólinn experienced great changes, but I am thankful for the flow of information from school administrators and teachers. Though it would have been nice to know if I was graduating from Keilir or from Flugskóli Íslands, because I'm still not sure. One other tiny thing worth mentioning that impacted our studies this year was the pandemic. Since March, we have caught up on sleep that we missed. We got to know Joe Exotic from Tiger King, contributed to climate change with less emission of carbon dioxide, and finished our studies at home with the help of our teachers. Since I started my studies, I overcame my fear of flying. It was either that or becoming a snake charmer. On the behalf of my classmates, I would like to thank staff members, teachers, school administrators for our time here. I wish I could say see you up there soon, but due to circumstances, we will have to wait and see. Thank you all and good luck. Já, við höldum vegferð okkar áfram hér í dag. Næst ætlum við að útskrifa nemendur úr Íþróttakademíu Keilis og það er Arnar Hafsteinsson, forstöðumaður Íþróttakademíunnar sem ætlar að stýra því og honum til aðstoðar verður Haddý Anna Hafsteinsdóttir. Gerið þið svo vel. Já, góðan daginn. Smá fun fact áður en ég byrjaði minn lestur. Það er að ég get sett mig í fótspor allra nemenda í dag. Ég var það sem kallað var late bloomer í mín skóla. Ég hóf háskólanám 32 ára. Var lengi á einingar, cirka 12 ár til að safna í það. Síðan var ég flugmaður. Ég fekk reyndar ekki stripes en ég má fljúga ef ég tek nokkra tíma aftur. Og svo var ég styrktarþjálfari. Þannig að komir allir. En kæru útskriftarnemar og gestir, ég vil í örfáum orðum fá að þakka þeim 22 IAK styrktarþjálfurum, eða styrktarþjálfarar útskriftarnemendum, fyrir að hafa treyst okkur fyrir parti af lífi sínu síðustu 9 mánuði. Og enn fremur vil ég þakka öllu starfsfólki Keilis sem kom á einn eða annan hátt á náminu í vetur, bæði kennarateymisins og alla í stoðdeildin Keilis. Ég þarf tímas vegna að takmarka nafna upptalningu en verða að nefna aðalgaurinn, horfðu á mig hérna, eða aðalgauruna, hann er Haddý Önnu Hafsteinsdóttir, verkefnastjóra sem kemur upp á sviðið eftir. En hún hefur sjálfsögðu borið hitann og þungan af allir þessari vinnu ykkar. Þið vitið það best, manna best. Ég hef ekki sést nema kannski mýflugumynd framan ykkur en ég er hann á bakvið. Og þetta fór nú allt vel fram, það var eitthvað COVID að trufla en ég vissi ekkert af því því að Haddý bara reddaði þessu. Haddý reddaði COVID. En sem sagt það sem við Keilir erum núna búin að sinna okkar partí ykkar námi, þá er sem sagt boltinn ykkar megin, kæru nemendur. Við gerum mikla væntingar til ykkar og ég gerir ráð fyrir að með þeirri þekkingu sem þið hafið fengið og aflað ykkar í vetur, að það verði vel í stakk búin að leggja lóð á árangursvog íþróttafólks á öllum aldri og í öllum flokkum í framtíðinni. Og þó að náminu sé lokið og þegar náðu öllum áfangum í láði, þá vil ég nota tækifærið og halda síðasta erindið menntun ykkar þetta misserið. En engar áhyggjur, það er ekki hópaverkefni og þetta tekur cirka 45 sekúndur. Þetta er með taka nótur. Þið eru komið með verkfæri í hendur eða haus í formi þekkingar sem að námsefnið í vetur aflaði ykkur. Skírtinni sem fáið afhentu eftir er sönnum þess að þið hefði skilið mest allt námsefnið í vetur og getið nú hafið þjálfun án þess að valda skaða á skjólstæðingum ykkar og jafnvel bætt árangur í íþróttu þeirra. En eins og ég sagði, það má horfa á menntun sem verkfæri. Það þarf æfingu og reynslu til að öðlast færni í notkun verkfæra, svona sumra, flókina verkfæra og ég hveti ykkur til að halda áfram strax sem allra fyrst og jafnvel bara í kvöld að nota þessi tól og þroska áfram ykkar enga þjálfara, þeir ekki styrta þjálfara innan ykkur
því menntun getur nefnilega mist virði sitt ef þekkingin er ekki notuð. Og að einhver tíma ef þekkingun er ekki haldið við, þá er eins líklegt að þið endið bara með dýrt plagg upp á vegg. Þannig að punkturinn með þessu 40 sekúndna fyrirlestri er sem sagt sá að þið eigið að halda áfram að vera nemendur alla ævi og notið hvert einasta tækifæri á hverja leysustund til bæta við ykkur þekkingu, leikni og færni. Hana nú. En þá er komið að loka prófinu sem er munnlegt og verklegt og fer þannig fram að þau þurfi að hlusta eftir nafni ykkar og bregðast við með góðri snerpu, ganga við sviðið, taka við útskiptaskírteininu frá henni Hadíönu og ganga aftur á sviðinu hérna með mig. Ekkert mjög flókið, við hljótið að ná þessu. En það gjörðu svo vel. Ég ætla að fá prófdómara Hadíönu upp á svið. Þið vitið hvernig það gengur fyrir sig. Ég les upp nöfn nema þeirra sem ekki mæta. Þannig ég hoppa hratt yfir þau, en fyrst á sviði er Alexandra Rán Guðnýjadóttir. Anna Elisabeth Stark. Anna Guðný Elvarsdóttir. Arnar Logi Sveinsson. Birgir Þór Halldórsson. Birgir Örn Arnarsson er ekki á svæðinu. Frosti Viðar Gunnarsson. Guðrún Jenny Ágústsdóttir. Gunnar Pétur Harðarsson kemst ekki í dag. Hinrik Valur Þorvaldsson. Hörður Þór Húnfjörð Harðarsson mætir ekki í dag. Ingi Rafn Róbertsson. Ingibjörg Elín Magnúsdóttir. Jóhanna Júlía Júlíusdóttir. Kristfríður Rós Stefansdóttir. Rannveig Anna Jónsdóttir. Reginn Þórarinsson. Sigurður Már Birtinsson mætir ekki í dag. Sævar Örn Valsson er fjarverandi en Vigdís Hind Gísladóttir. Vilborg Hrefna Sæmundardóttir kemst ekki í dag og síðastur gegnum sviðið er Þórarinn Friðriksson, kallaði Tóti. Þetta er ekki vandræðaleg þögn, þetta er góð þögn. Við erum býðið eftir allir setjast því að svo ætla ég að biðja þeim að standa upp og við ætlum öll að klappa alveg svakalega vel fyrir þeim núna. Og ég ætla að kynna Dúks IAK styrktarferðanáms 2020 og ég ætla að veita viðkomandi smá verðlaun hérna á sviði. Besti árangur dagsins er hjá henni Önnu Guðný Elvarsdóttir með einhverja 982. Liggur ekkert á. Þessi gjöf kemur frá Hreysti í Skeifinni og þeir eru svo gjafmyndir að styrkja þið strax í upphafi ferils með nuddhamri. Kanntu á svona? Já. Ok, flott. Gjör það svo vel. Hvað er það frá þeim? Já, ekki bara. Jæja, fæ ég hringingu frá Ölmu eftir. Þetta er beinn húsýtingu. Ég ætla líka að kynna annað snilling. Hann heitir Reginn Þórarinsson og ætlar að gera mig stoltan. Hann ætlar að vera með erindi og við völdum þið sérstaklega Reginn að við vitum þú ert einstaklega skemmtilegur karakter. Og já, vona á flugeldasýningu. Engin pressa. Takk fyrir. Ég er á tíma, ég þarf að tala hann hefi hratt. Herru,
Kæru samnemendur, skólastarfsmenn og áhorfendur, slæmt ljósið hérna. Og áhorfendur heima, velkomin í útskiptaræðina hans Reynis. Ég vil byrja á því að tækifæri og kasta kveð á Bö, hann gat ekki verið með okkur, hann er með hælsæri. Jæja, þá er þessum langa og köflum stranga vetri lokið. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og fræðandi og það sem gerir þennan vetur einstakann er óneitanlega þessi fjölbreytti hópur sem var saman kominn. Við erum hér með einstaklinga með mjög ólíka bakgrunna og úr mörgum mismunandi íþróttum, allt frá risavöxnum og hráum kraftlyftingamönnum yfir í fíngerða íþróttamenn. Tengslanetið sem myndaðist verður ómetanlegt. Ég held að flestir séu sammála mér því að vinnulóturnar hafi verið það sem stóð helst upp úr í vetur. Voru við fyrir áramót með Tinnu og Örnu og félögum þeirra og engaþjálfararnir með, en þegar hóparnir tvístruðust áramótin og styrktarþjálfararnir fóru að vera sér í vinnulótum, þá mátti það sjá hópurinn þéttist mikið og var mjög gaman. Ég á eftir að sakna þess að mæta í svartakassan í World Class, þessum frábæra hóp, og maður gæti alltaf stólað að stemningin er góð og að Kristríður fengi allavega 1 hláturskast og hinn vissi ekkert endilega af hverju og hún gæti ekkert útskýrt það. Og síðan gæti maður stólað að einn ónefndur hávaxinn og myndarlegur nemandi myndi mæta aðeins og seint og pínlítið þunnur. Og má það sjá, já, byrju hver, Hinrik. En síðan þegar hann komaði að hreyfa sig, þá endaði á því að hann raskjelti alla. Misti að því hver ég var. Hann það? Já, og síðan var líka mjög gaman að horfa framan í Inga bakvega þegar Alexandra henti sér í bekkinn og tók bara svona með bakinu. Sér henni stóða myndi það að ég efast hún sé með hryggjasúlu. Og já, allavega minn bóknar ekki svona. Fyrsta lotan var við lyftinga með Dietmar, þar sem ég skemmti mig konunglegur í að hlusta á Þjóðverja sem hefur búið í Noregi, tala ensku og muna flestir eftir í að útreiðin sem orðið Muscles var rosaleg. Síðan var komið að prófum og mælingum með Rick Howard, þar sem undirritaður hljóp svo ótrúlega hratt að Ingibjörg Ísafjarðarlögga hellti í hraðasættakallinn. Fengu síðan að fara í hraða á sprengingarstjálfun hjá Kristínu Birnu og það var mjög krefjandi helgi og líklegast best lýsandi hversu krefjandi helgin var að göngulega sigga eftir helgina var bestafalli einkennilegt. Að lokum fengu að hitta Ian Jeffries og var ótrúlega fræðandi og skemmtileg helgi. Skemmtilegt þegar hann tjáði okkur að hann væri Chelsea-maður og við vorum á svona fjarfundi að þetta COVID-ruglar í gangi og Arnar í hópnum fann sig knúinn til þess að unmjúta sjálfan sig og byrja að syngja United-lög. Bara fyrir hann, hann var svo eini sem heyrði í honum. En hápunkturinn mun vera þegar Hinrik okkar reyndi að gera streikt mössul upp í stöng, gat það ekki, og hún Jóhann okkar kom askvaðandi eins og ekkert væri, henti sér upp með litlum erfiðleikum, labbaði svo í burtu, sársökinn og vonleysið í augunum hans Hinriks er eitthvað sem ég mun geyma í brjósti mér alla ævi og hlýja mér hjartarætur á dimmum vetrakvöldum. Og svona fyrst við erum að tala þetta, Hinrik alveg að vera er mjög gott við brunnasárum. Næsta blaðsíða. Ég er á tíma sko þess að tala svona hratt. Ég vil þakka kennurunum sem við hittum ekki fyrir veturinn, sálfræði, næringafræði og aðrir áfangar sem voru einungis kenndir í fjárnámi voru einstaklega fræðandi og skemmtilegir. Eins og sést á því hofi sem líka að minn tók í næringafræðina sérstaklega til mín. En í lokin vil ég þakka Keili fyrir að gefa okkur tækifæri til að hitta og læra þeim erlendu kennurum sem komu hingað í vetur. Þetta eru menn sem standa framarlega. Klassískt hláturskasti og Kristríð þannig gangi. Þetta eru menn sem standa framalega á heimsmælikvarða í sínum greinum og það að vera komin í sambandi þess einstaklinga mun reynast okkur ómetanlegt í framtíðinni. Ég vil líka þakka fyrir hönd okkur alla, fyrir það að taka sér tíma til að koma til Íslands og kenna okkur. Kæru samnemendur, bæði styrktarþjálfarar og aðrir, ég óska ykkur innilega til hamingju útskriftina og óska ykkur góðs gengi í síðan verkefnum sem við munum taka ykkur aðeins framtíðinni. Átt. Það er mikil dygð að geta haldið sér innan tímarama, en þetta var alveg frábær ræða eins og svo sem hjá öllum hér. Nú, kæru útskriftarnemar, fyrir hönd okkar hér hjá Keili viljum við óska ykkur enn og aftur innilega til hamingju með daginn. Við byrjum þessa hátíðlegu útskrift á tónlist og munum enda hana á sömu nótum. Gangi ykkur öll sömul, við erum stolt af ykkur. Gangi ykkur allra best í framtíðinni. Takk fyrir okkur hjá Keili.
Innilega til hamingju með daginn, kæri útskriftanemar. Ég vonaði eftir að skála mikið í kaffi og öðru í dag. Við ætlum að fá að enda þetta á lagi sem heitir Baristu Blues. Ég færi þér ást úr sérvöldum baunu en þar með segir sál mín að launu en ég geri samt eitt boðlag fyrir þig. Svo freyði ég mjólk úr fínum höfrum aðeins handa þér og kannski einum öðrum en ég geri samt einn boðlag fyrir þig. Ég þrái þó mest að skapa og skrifa en ég verð víst að lifa en ég geri samt einn boðlag kannski einn cappuccino með lattelist í rókókóstíl aðeins fyrir þig. Við ætlum að reyna að næla okkur í dúksana ef þeir eru hérna ennþá ekki búin að hlaupa út að koma hérna upp á svið fyrir eina létta myndatöku.